(524) fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 þann 20. júní 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 6 mál á dagskrá fundarins, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. júní 2017, nr. 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. júní, nr. 3 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 7. júní og nr. 4 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 8. júní, nr. 5 það sumarleyfi bæjarstjórnar og 6 eru kosningar til 1 árs í bæjarstjórn og bæjarráð 2017. Það var tekið fyrir fyrsti dagskrárliður sem eru fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. júní árið laust. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að ræða nokkuð mál hérna sem ég langar að fara aðeins yfir með ykkur. Fyrsta lagi er það í fundargerðinni 8. júní, fundargerð bæjarráðs 8. júní. En það er 4. liður ónæði frá flugumferð, eins og við höfum nokkru sinnum rætt hérna innan dyra hjá okkur að þá höfum við margir orðið var við aukna umferð, flugumferð, og hérna íbúar hafa margoft lýst yfir áhuga eða lýst yfir vanþóknun sinni á þessum hávaða sem hefur verið að aukast mikið náttúrulega í kjölfar þess að hérna hefur umferðin aukist gríðarlega og hérna hefur við fengið upplýsingar um það að Isavia er að ganga frá því að hefja hljóðmælingar og hérna að íbúar muni geta skoða þetta á netinu, en það er nú kannski ekki alveg komið saman en ég skilst nú að þetta sé að klárast. Bæjarstjóri hefur fyrir hönd okkar ítrekað komið kvörtun til Isavia frá íbúum og vil ég bara brýna okkur að vera dálítið vakandi yfir þessu. Við sjáum fyrir okkur í framtíðina hérna komið reglur flugumferð sem minnki hávaðann og skapi svona aðeins meiri sátt þessa miklu umferð sem hér er. En það er mjög nauðsynlegt að við komum á einhverju stjórn á þessu. Annars langar mig síðan að hérna fara yfir í næstu fundargerð. Það er leiguverð hjá Fasteignum Reykjanesbæjar sem var fyrsta mál 15. júní. En þar segir með leyfi forseta: Pálmar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Fasteignar Reykjanesbæjar, mætti á fundin hjá okkur í bæjarráði og hérna fór yfir þær aðgerðir sem þyrfti að fara í til að tryggja rekstrarhæfi félagsins og hækka leiguverð á fasteignum í okkar eigu. Vegna þessa þá langar mig aðeins að segja að Fasteignir Reykjanesbæjar eru alfarið í eigu Reykjanesbæjar og telst til B-hlutastofnana sveitarfélagsins. Félagið á og rekur 240 íbúðir til afnota fyrir fjölskyldur og einstaklinga sem geta ekki séð fyrir húsnæði vegna lágra launa eða þungrar framfærslubyrðar, sem og fyrir aldraða. Félagið hefur verið rekið með miklu tapi frá stofnun árið 2002 og nemur uppstafnað tap nú rúmlega 1600 milljónum króna, 1,6 milljónum króna, og ef tekið meðaltal síðustu 3 rekstrar ára er tapið ríflega 45 milljónir króna á ári og útlit fyrir 45-50 milljónir króna tap á rekstri félagsins árið 2017. Leiguverð félagsins
er í mörgum tilfellum afalátt, allt frá 800 krónum á fermetra, en jafnframt er mikill munur á leiguverði á milli íbúða innan félagsins og nemur sá munur rúmlega 40% þar sem bilið er mest. Löggiltir endurskoðendur félagsins hafa ítrekað bent á rekstrarvanda þess og þá óvissu er ríkinu rekstrarhæfi, en það er ljóst að við óbreyttar forsendur mun rekstur félagsins hvorki geta staðið undir afborgunum lána né eðlilegu viðhaldi húsnæðis. Eitt af megin verkefnum félagsins er því að finna leiðir til þess að bregðast við þessum vanda og er unnið að úrbótum á tekjustofnum félagsins sem og hagræðingu í rekstri. Í samræmi við aðlögunar áætlun sveitarfélagsins er gert ráð fyrir að eignir og skuldir Fasteigna Reykjanesbæjar, EHF, sem nú er hluti af samstæðu Reykjanesbæjar, verði færðar til sjálfseignarstofnunar sem við kallum almennar íbúðir á grundvelli nýrra laga almennar íbúðir sem sett voru í maí 2016. Ég nefni þetta hérna líka að við þurfum að hækka leiguna, við þurfum að koma farin aðeins inn í nútímann, en það er þó ljóst að við verum langt undir því sem markaðurinn, eins og markaðurinn er. Við erum kringu 70-75% af markaðsverði, þannig að þess koma þetta til sérstakar húsaleigubætur til sumra íbúa eftir tekjum. Mér langaði svona að nefna þetta hérna við ykkur að því að þetta verður örugglega heitt mál að sér við umræðurnar í Reykjavík, það sem var verið að hækka þetta og nokkuð sveitarfélög hafa þegar hækka leigu, en við erum nú sem betur fyrir langt undir þeim viðmiðum sem gilda í Reykjavík. Annars sem ég langar að nefna við ykkur að Íbúðalánasjóður er að selja eignir á svæðinu, fjöldi eigna sem er til sölu, en við höfum skoðað málið og erum að bíða eftir nánari upplýsingum það og það verður lagt þá fram á næsta bæjarráðsfundi ef það er einhver eign þarna sem getur fallið okkur í geð að skoða. Síðan var tekið fyrir þetta umdeilda mál listaverki Þórsvagnin, en eins og ykkur er kunnugt að þá erum við að lenda í töluvert tjóni með það, eins og kemur fram og lætur nærri að bærinn þarf að leggja út þarna 8-9 milljónir í heildina vegna þess tjóns sem varð á Þórsvagnum, en við höfum gert þarna mistök að tryggja ekki vagnin og hafa þetta á hreinu, en þetta er nú dregist um nokkuð mál en á endanum þá tapaði bærinn þessu dómsmáli og þarf að borga þann skaða sem þar var. Annars er ég bara hress. Takk fyrir. Það hafi ekki fleiri kvassi ljós. Böðvar Jónsson, gerð svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski langar að koma inn á þetta mál sem bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson nefndi hér varðandi hækkun leigu hjá fasteignum. Það er akkurat svona eitt af þeim málum sem örugglega verður heitt og er eflaust hægt að snúa hér upp í mikla pólitík. Og ég langar nú að nefna það hér vegna þess að stundum hefur nú minnihlutin verið skammaður fyrir það að standa ekki með þeim ákvörðunum, sumum erfiðum sem að hér eru teknar. Og þá langar við einmitt að taka það hér fram að við styðjum þessar aðgerðir, þær eru nauðsynlegar og löngu tímabærar og mikilvægar og ég vona að það geti orðið góð sátt þetta og þegar það er góð sátt það hér innan húsa þá geti máli farið í gegn svona nokkuð vel án þess að það þurfa að verða mikil læti í samfélaginu. Takk fyrir þetta Böðvar. Orðið laust. Friðjón Einarsson. Forseti, ég ætla nú að taka undir orð Böðvars og þakka honum fyrir. Það er nú þannig að sum mál eru mjög viðkvæm fyrir íbúa og þetta er eitt af þessum málum sem eru mjög viðkvæm, en við þurfum líka að vera að raunsa í þessu og umræður um þetta mál í bæjar og það hafa verið mjög góðar og ég held alla tíman eins og Böðvar segir höfum við verið sammála þessa leið. Þannig að ég þakka fyrir og að við náum svona heilstæðri lausn í þessu sem við erum öll að standa saman. Þetta er kannski
löngu tímabært og ég er sammála Böðvar að við hefum þurft að gera þetta mikið fyrr, en nú er komið að þessu. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós. Þeir sem geta samþykkt fundargerðir í bæjarás eru Benjamin Geðamerki. Þær eru samþykktar 11-0 og þá er tekin á dagskrá liði nr. 2 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. júní síðastliðnum. Stór og mikil fundargerð, en það eru 4 atriði í fundargerðinni sem við þurfum að greiða sérstaklega atkvæði sem eru 16. liður í fundargerðinni. Leirdalur 2-16, þar er skipulagsbreyting. Liður nr. 17, þar er deiliskipulagsbreyting. 24. liður sem er deiliskipulagsbreyting og 25. liður sem er vegna endurskoðunar á aðalskipulagi. Annars er orðið laust. Baldur Guðmundsson gerir svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, forseti er bent á það að það er mikið að gera hjá þessu ráði. Dagskrá umhverfis- og skipulagsráðsins hefur stundum verið upp á marga klukkutíma, 70-80 liðir og mörg mikilvæg mál að dagskrá. Þetta er svona þau mál sem að brenna mest af fólki og hafa afleiðingu fram í tíman. Þess vegna skýtur skökku við að sjá undir öllum þessum málum sitja sem sagt 3 ráðsmenn og því ætlum við að leggja hérna fram smá bókun á þessu tilefni vegna þess að þetta er ekki að gerast í fyrsta skipti. Bókun lögð fram á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 20. júní 2017. Undirritaði bæjarfulltrúar vekja athygli á og gera athugasemdir við afar slaka mætingu nefndarmanna meirihlutans hjá umhverfis- og skipulagsráði. Fyrir utan formann nefndarinnar sem hefur sinnt sínum verkefnum með ágætum skipar meirihluti bæjarstjórnar 2 nefndarmenn í umhverfis- og skipulagsráð. Hefur annað þeirra 60% mætingarhlutfall á fundi þess árs en hinn aðeins innan við 15%. Þrátt fyrir slaka mætingu nefndarmanna meirihlutans á fundi heyri nánast til undantekninga að varamenn þeirra séu boðaðir í staðinn. Á síðasta fundi nefndarinnar voru aðeins 3 af 5 aðalfulltrúar mættir. Þar að vantaði 2 fulltrúar meirihlutans á fundin og engin varamaður var boðaður. Umhverfis- og skipulagsráð er ein mikilvægasta fastanefnd sveitarfélagsins og gegnir mjög mikilvægu hlutverki í stjórnsýslunni. Á það ekki síst við á uppbyggingatíma eins og nú er, þegar byggingaframkvæmdir íbúðarhúsnæðis er í blóma, auk framkvæmda við iðnaðarsvæði í Helguvík, óskir breytingar á skipulagi eru fjölmargar og vinna við aðal- og deiliskipulag stendur yfir. Skorað er á meirihlutana að sýna málaflokknum meiri áhuga og tryggja þeir fulltrúar sem skipaðir eru til að sinna verkefninu geri það eða boði varamenn sína að öðrum kosti. Undir þetta skrifa Baldur Þór Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kristín Jakobsson og Magnea Guðmundsdóttir. Annars er ég bara hress líkur. Ekki afhentan þér bókun? Já, ég veit ekki það. Gunnar Þórðarsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Jú, þetta er auðvitað alveg rétt hjá Baldri og þessi bókun á vissulega á nokkurn nátt ágæðin átt rétt á sér. Það er auðvitað ófyrirgefanlegt að menn sem að taka sér þessi verkefni skuli ekki mæta betur en þetta og boða jafnvel ekki varamenn. Hvað þann aðila sem að frjálst skipaði þá
hefur bara hreinlega ekki náð stígan og þrátt fyrir ítrekaða tilraunir og ég vonast til að og verða að gera eitthvað í því að ná í hann og gera einhverja breytingar á þessu þannig að við stöndum allavegana í stykkinu hvað þetta verðar okkar framboð en ég auðvitað ekki tress yfir þessu. Kristinn Jakobsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri, ávarpi og gestir. Ég mjög hrass og líður bara vel í sumar. Sumar hefði mætt á staðinn og það sé kannski ekki sumarlegt út að líti í dag. En ég vil gera þetta mál að tala aðeins um þessa mæting í bæjarráð. Ég búinn að taka eftir þessu nokkuð tíma og það vantar alltaf einn á stundum. Núna vantaði 2. Ég hef ekki orðið var við að vanti fleiri en bara minna á það að við Framsóknarmenn við buðum fram áheyrnarfulltrúa og ég get þess vegna ef ykkur vantar mannskap í nefndina þá get ég stungið upp á hennu 14-15 manns hérna. Bara svona ykkur að segja. En þið standið saman um það, meirihlutin, að halda Framsóknum fyrir utan nefndir eins og við eigum fulla rétt á. Bara svo ég haldi því til haga. Þar eru mjög áhugasamir menn skipulagsmál og fleiri mál innan bæjarfélagsins. Hafa miklar skoðanir og stórar sem ég reynt að koma á framfæri hér innan bæjarstjórnar. Því miður þá höfum við ekki tækifæri til þess innan bæjarráðsins vegna þess að meirihlutin stendur saman pólitískt það að halda okkur utan það. Elírós Bjarnadóttir. Já, mér langar bara að fá að segja það að við erum alls ekki sátt við þetta, að aðili úr okkar röðum ekki að mæta og þetta ekki það sem við viljum að okkar fólk stundi og hefur ekki verið nema í þessu þá ráði en eins og Gunnar segir þá munum við taka á þessu og það bara á þannig og það ekki það að við höfum ekki fólk. Við erum nóga fólki okkar röðum sem vill fá að vinna þetta starf en við ákváðum að gefa honum tækifæri en hann hefur ekki verið að standa sig og það bara komið að því að fá nýjan aðila í hans stað og við munum græða það. Já, svo ég tali nú fyrir handbeinnar leiðar í þessu tilfelli þá vil ég nú bara biðja stelveringar á þessar uppákomu sem átti sér stað í síðasta skráði sem náttúrulega bara til háboruna skammar. En fulltrúi okkar, hann ber við bara þetta voru á síðasta fundi bara hrein gleymska og mistök og hún hefur beðið stelveringar á þessu sem að þetta skildi hafa gerst. En það nú þannig að viðkomandi nefndamaður boðar sinn varaf nefndamann og ef hann hvorki að mæta eða og ekki að sinna þessu þá engin varamaður boðaður og þá þetta einhver vitleysa sem við höfum svo sem ekki vitneskju fyrir en eftir á. Þannig að þetta svolítið snúið nema menn taki það bara upp þá reglu að boða bara alltaf varamenn þá myndum við komið veg fyrir svona hluti. En ég held að það sé bara rétt áminning frá ykkur hér að benda okkur á og brýna okkur til þess að lagfæra þetta og það verður gert held ég, mér heyrist það. Þetta var rætt á meirihlutafundi í gær og vonandi verður fundið lausn á þessu leiðindamáli. En orðið laust. Það ekki fleiri sem að vilja tjá sig þetta, þá ætla ég að bera þessi atriði sem að ég nefndi hér áðan og þarf sérstakar afgreiðslu. Má ég gera smá athugasemd?
Gjörðu svo vel. Fórstu þá langar mig að gera smá athugasemd við þetta og bara reyna að fá smá glöggun í máli að vita hvað í gangi. Það stendur hér að deiliskipulags ekki fyrsta, það ekki númer, hvað var það? 16, já. 16 og 17. 17. mál. 16. mál, senda deiliskipulagi til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Nú erum við að gera endanlega afgreiðslu fyrir hönd bæjarins hér núna, væntanlega með að samþykkja þetta í bæjarstjórn. En hvað gerist þá ef skipulagsstofnun samþykkir þetta ekki? Þarf þá að taka þetta upp aftur? Erum við ekki aðeins að hlaupa á okkur hérna með að taka þetta upp hér og eiga það að hætta skipulagsstofnun hafni þessu? Bara við höfum orðið var við svolítil mistök í afgreiðslu deiliskipulagsmála hjá bæjarfélaginu og bara vill hafa fyrir varan að vaði fyrir nefni og spyr þess vegna, er þetta rétt málsmeðferð? Friðjón Einarsson. Forseti, vegna þessu umræðu þá er best að það komi fram að skipulagsstofnun gerir kröfu til þess að þetta verður fyrst samþykkt hjá okkur samkvæmt lögum og síðan taka þetta til sín. Við þurfum að samþykkja svo þeir takja til umræðu. Böðvar Jónsson. Já, virðulegur forseti, það getur bara fulltrúi kannski úr þegar við erum fannir að fjalla hér málin. Það ágætt að benda á að í 17. máli að þar kemur ekkert fram í raun hver afgreiðsla ráðsins var. Þannig að væntanlega þurfum við að taka það sérstaklega fram. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef var málið samþykkt í ráðinu. En það kemur ekki fram í afgreiðslu nefndarinnar, þannig að við þurfum væntanlega að bóka það sérstaklega ef að bæjarstjórn samþykkir þetta hér að það sé verið að afgreiða málið með þeim hætti að það sé verið að samþykkja þessa deiliskipulagsbreytingu. Eilur Rós Bjarnadóttir. Ég kem undir lið 16 og 17. En ég ger engar athugasemdir við lið 16 því þar er ekki verið að fjölga íbúum í Leirdal. En aftur á móti vil ég gera athugasemd við lið 17. Það er talað að það verði ekki svo mikil umferðaraukning því þetta er einungis 7% fjölgun íbúða við götuna. En ég vil þá taka það fram að það nú þegar er búið að fjölga íbúðum við götuna. Þannig að það er í rauninni búið að fjölga íbúðum við götuna mun meira en 7% ef þið leggið það við. Og það er alltaf verið að óska eftir að breyta íbúðum hann í þessari götu í fleiri íbúður en er til staðar. Þannig í rauninni er þetta þegar að hólminu komið á endan og þá er þetta 50% fjölgun íbúða við götuna. Og þetta er eitthvað sem ég get ekki samþykkt. Forseti ætlar að gera fundarhlé í smástund.
Framhaldið. Forseti hefur tekið ákvörðun að leggja til að 17. lið verði vísað tilbaka til USK þar sem ekki felst í þessari bókun niðurstaða hvorki synjun eða samþykkt. Þá telur forseti eðlilegt að USK ráðið fjalli þetta á nýjan leik og næst okkur betur í þeirra ákvörðunartöku sem við þurfum að fara í hér. Einhver samþykkur því? Það samþykkt 11-0. Þá ætla ég að bera upp 16. lið í fundargerð sem er breyting á skipulagi leitarölu 2016, þeir sem samþykkt geta breytinguna. Hún er samþykkt 11-0. Þá er það 24. liður í fundargerðinni, Hafnargata 12. Þeir sem samþykkt geta það. Það er samþykkt 11-0. Þá er það 25. liður sem er endurskoðun aðalskipulags. Þeir sem samþykkt geta það. Það er samþykkt 11-0. Fundargerðin að öðru leyti, þeir sem samþykkja fundargerðina, hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 7. júní, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs er bennum ekki að merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er það fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 8. júní, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Hún er samþykkt 11-0. Þá er það sumarleyfi bæjarstjórnar sem er nú framöndan eftir þennan fund. Og þá ætlar forseti að lesa hér eftirfarandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðaratkvæðagreiðslu mála á meðan að sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 21. júní til 17. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 22. ágúst 2017. Þeir sem samþykkt geta þetta. Það er samþykkt 11-0. Þá er það kjör til eins árs innan bæjarstjórnar og í bæjarráð. Það er komið fram tillaga forseta bæjarstjórnar, Guðbrand Einarsson. Þeir sem samþykkt geta það. Það er samþykkt 11-0. Það er tillaga Elínu Rósu Bjarnadóttur sem varaforseta. Það er samþykkt 11-0. Tillaga Magnu Guðmundsdóttur sem annan varaforseta. Það er samþykkt 11-0. Tveir skrifarar, tillaga Guðnýju B. Guðmundsdóttir og Böðvar Jónsson. Það er samþykkt 11-0. Tveir varaskrifarar, tillaga Baldur Guðmundsson og Gunnar Þórarinsson. Það er samþykkt 11-0. Þá er tillaga aðalmenn í bæjarráð. Tillagan er svohljóðandi: Gunnar Þórarinsson, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Árni Sigfússon og Böðvar Jónsson. Engar aðra tillögur. Þeir sem samþykkja þessa tillögu. Hún er samþykkt 11-0. Og það er ekki kosið varamenn því að þeir taka bara sæti samkvæmt annarri málsgrein 44. greinar samþykkta stjórn Reykjanesbæjar og fundarskap bæjarstjórnar og taka þá sæti í þeirri röð sem eru kosnir á lista. Nú, en þá er dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum og með
Forseti, 524. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 20. júní 2017 kl. 17:00. Viðstaddir Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Fríðarn Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórhansson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristín Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál. Fundargerðir bæjarráðs frá 8. og 15. júní 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Fríðarn Einarsson og Böðvar Jónsson. Fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. júní 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tók Baldur Guðmundsson og leggur fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Undirritaðir bæjarfulltrúar vekja athygli á og gera athugasemdir við afar slaka mætingu nefndarmanna meirihlutans hjá umhverfis- og skipulagsráði. Fyrir utan formann nefndarinnar sem hefur sinnt sínum verkefnum með ágætum skipað meirihluti bæjarstjórnar 2 nefndarmenn í umhverfis- og skipulagsráð. Hefur annað þeirra 60% mætingarhlutfall á fundi þessa árs en hinn aðeins 15%. Þrátt fyrir slaka mætingu nefndarmanna meirihlutans á fundi heyrir nánast til undantekninga að varamenn þeirra séu boðaðir í staðinn. Á síðasta fundi nefndarinnar voru aðeins 3 af 5 aðalfulltrúum mættir, þar af vantar 2 fulltrúa meirihlutans á fundin og enginn varamaður var boðaður. Umhverfis- og skipulagsráð einn mikilvægasta fastanefnd sveitarfélagsins og gegnir mjög mikilvægi hlutverki í stjórnsýslunni. Á það ekki síst við að á uppbyggingatímum eins og nú þegar að byggingaframkvæmdir íbúðarhúsnæðis í blóma auk framkvæmda við iðnaðarhúsnæði í Helguvík, óskir breytingar og skipulagðir fjölmargar og vinna við aðal- og deiliskipulag stendur yfir. Skoraðar á meirihlutann að sýna málaflokknum meiri áhuga og tryggja að þeir fulltrúar sem skipaðir eru til að sinna verkefnum geri það eða boða varamenn sinn á öðrum kosti. Baldur Þ. Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kristín Þór Jakobsson og Magnea Guðmundsdóttir. Til máls tóku Gunnar Þórhansson, Kristín Þór Jakobsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Guðbrandur Einarsson, Fríðarn Einarsson og Böðvar Jónsson. Gert var fundarhlé kl. 17:22, fundur hófst aftur kl. 17:35. 17. lið í fundargerðinni Leirdal 22-28. Deiliskipulagsbreyting var vísað aftur til afgreiðslu hjá umhverfis- og skipulagsráðs og var það samþykkt með 11 atkvæðum. 16. liður í fundargerðinni Leirdal 2-16 skipulagsbreyting var borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykkt með 11 atkvæðum. 24. liður í fundargerðinni Hafnargata 12 deiliskipulagsbreyting var borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykkt með 11 atkvæðum. 25. liður í fundargerðinni endurskoðun aðalskipulags afgreiðsla skipulagsstofnunar var borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykkt með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt 11:0 öðru leyti. Þriðja mál, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 7. júní 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina, fundargerð samþykkt 11:0. Fjórða mál, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 8. júní 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina, fundargerð samþykkt 11:0. Fimmta mál, sumarleyfi bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðarafgreiðslu á málum á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 21. júní til 17. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 22. ágúst 2017, tillagan samþykkt 11:0. Sjötta mál, kosningar til eins árs í bæjarstjórn og bæjarráð 2017. Kosning til eins árs, bæjarstjórn. Forseti bæjarstjórnar. Uppástunga komu Guðbrand Einarsson og var hann kjörinn með öllum greiddum atkvæðum. Fyrsti varaforseti uppástunga komu Elín Rós Bjarnadóttir og var hann kjörinn með öllum greiddum atkvæðum. Annar varaforseti uppástunga komu Magnea Guðmundsdóttir og var hann kjörinn með öllum greiddum atkvæðum. Tveir skrifarar uppástunga komu Guðný B. Guðmundsdóttir og Böðvar Jónsson og voru þau kjörinn með öllum greiddum atkvæðum. Tveir varaskrifarar uppástunga komu Baldur Guðmundsson og Gunnar Þórhansson og voru þau kjörnir með öllum greiddum atkvæðum. Bæjarráð. Uppástunga kom aðalmenn Gunnar Þórhansson, Guðbrand Einarsson, Fríðarn Einarsson, Árna Sigfússon og Böðvar Jónsson og voru þau kjörnir með öllum greiddum atkvæðum. Varamenn þeir sem
samkvæmt 2. málsgrein 44. grein samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarsstjórnar eru kjörnir bæjarfulltrúar og varabæjarfulltrúar á sama framboðslista í þeirri röð sem þeir skipa lista þegar kosið til bæjarstjórnar. Fleiri ekki gert. Ég vil vekja athygli á því að í upplestri skrifara þá las hann að sumarleyfi stæði yfir frá 21. júní til 17. ágúst. Og það á að vera til 21. ágúst. Nei, það er til 17. ágúst. Vegna þess að bæjarráð sem kemur 17. ágúst, það fer undir þann fund. Þannig að ég verð að loka sumarleyfinu 17. ágúst. Er þá enginn sem hefur fullnaðar ákvörðunarvaldið þann tíma? Jú. Nei, stöð svo. Það er bara Já, það er bara þannig. Já. Ok. Fyrirgefið landþekkingu mína. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina. Hún er samþykkt 11:0 og ég vil að lokum ágætu bæjarfulltrúar að þegar við erum nú að fara í sumarfrí, óska okkur gleðileg sumars. Þakka okkur fyrir veturinn. Ánægjulegan vetur sem hefur margt verið viðburðaríkur, skemmtilegur og óska okkur gleðilegs sumars og þegar njótið sumarsins og komið fullbúin til nýrra verkefna í haust og segi hér með 524. fundi í bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slítið.